Allir sverja af sér huldufélagið Steam sem fékk milljarðatugi að láni hjá Glitni. Hluthafar hafðir að fíflum, segir formaður fjárfesta. Enginn kannast við hver á bakvið leynifélagið Steam. Félagið fékk milljarðatugi að láni hjá Glitni. Hluthafar voru hafðir að fíflum, segir formaður fjárfesta. Í fréttaskýringu Agnesar Bragadóttur í Morgunblaðinu í dag því haldið fram að helstu stjórnendur Glitnis ásamt fulltrúum stærsta hluthafans FL Group hafi brotið allar verklagsreglur við lánveitingar í nokkrum tilvikum í fyrrahaust. Agnes kallar þetta laumuspil Glitnis með FL Group til að hækka virði bréfa félagsins. Glitnir seldi, huldufélagið FS37 EHF sem síðar var Steam, keypti. Fréttastofa Stöðvar 2 hefur margra mánaðaskeið leitað svara við því hver stendur á bak við þetta huldufélag. Skráður eigandi Jakob Valgeir Flósason, útgerðarmaður frá Bolungarvík og hann jafnframt eini stjórnarmaður félagsins. Við freistum þess að ná tali af honum í dag. Jakob Valgeir, hann við? Nei, hann ekki við. Veistu hvað getur náði hann? Nei, ég veit ekki hvað hann Jakob Valgeir var ekki til viðtals nú frekar en áður. Hann hefur aldrei viljað tjá sig málefni Steams. Þorleifur Stefán Björnsson, fyrrum prókúruhafi Steams, Þorsteinn M. Jónsson og Þorsteinn Már Baldvinsson, fyrrum stjórnarformenn Glitnis, vilja heldur ekki segja hver á Steam. Agnes fullyrðir í fréttaskýringu sinni að eigendur Steam séu Jón Ásgeir Jóhannesson og Hannes Márásson. Þeir hafi ákveðið á fundi á síðasta ári að stofna leynifélag sem myndu kaupa þau fáu bréf í FL Group sem voru á markaði. Var þetta gert til að halda uppi gengi bréfafélagsins sem hafði ekki gert neitt annað en að hríðfalla. Glitnir lánaði svo félaginu tæpa 20 milljarða en 8 milljarðar fóru í kaup á bréfum FL Group og 12 milljarðar í Glitni sjálfum. Engar ábyrgðir voru lagðar fram, ekkert áhættumat og í lánabókum bankans kemur ekki fram hver ábyrgur fyrir lánveitingunni. Í yfirlýsingu frá Jóni Ásgeiri segir hann að tóma þvælu að hann hafi stofnað til Steams EHF. Vilhjálmur Bjarnason segir að hluthafar eigi heimtingu á að fá nánari útskýringar á leynifélaginu. Þetta huldufélag sem að menn sverja af sér, en þetta eru slíkar upphæðir að það skipta máli í þessu sambandi og fólk sem að var þarna hluthafar eins og ég, við eigum bara einfalda heimting á því að fá að vita hvað gerðist og ef það mikið svona lagað að þá segir það bara eitt að það búið að hafa hluthafa að ölum og fíflum. Lárus Velding hefur einnig sent frá sér yfirlýsingu þar sem fram kemur að fjármálaeftirlitið hafi gert úttekt á málum varðandi Steam í nóvember á síðasta ári. Bankinn hafi þá afhent fjármálaeftirlitinu allar upplýsingar lánveitingar til félagsins. Vilhjálmur Bjarnason undrast minnisleysi Lárusar í viðtali fyrir nokkrum vikum. Þetta er dálítið skrítið með Lárus Velding vegna þess að fyrir 2 mánuðum þá kannaðist hann líkt við þetta félag. Þannig að það er skrítið að þetta skuli hafi verið tekið til rannsóknar sérstaklega í nóvember og minnið hafi skánað á þessum 2 mánuðum frá því að hann satt í Silfur Egils þar sem hann kannast ekki við þetta félag. Agnes fullyrðir að FL Group hafi skuldað Glitni tæpa 27 milljarða króna og síðast fengi 15,9 milljarða lán 27. desember í fyrra. Agnes telur það lán vafasamt því FL hafi þá verið komið í greiðsluþrot. Jón Ásgeir segir að dylgjur að FL Group hafi blóðmjólkað Glitni ekki á rökum reistar. Heildar útlán Glitnis til viðskiptamanna síðustu áramót voru 1975 milljarðar og hafi lán til FL Group verið 1,35% af þeirri upphæð. Lánin hafi verið veitt gegn tryggu veði í Geysi Green Energy, Refresco, Landic Property og fleiri fasteignafélögum. Auk þess sem FL Group hafi ekki verið komið í greiðsluþrot undir lok síðasta árs. Jón Ásgeir segir sjálfsagt að fjalla með gagnrýnum hættu viðskiptalífið en sú gagnrýni verði að vera byggð á staðrindum og rökum en ekki síendurteknum ósannindum, dylgjum og slúðri. Fréttastofa reyndi í dag að ná tali af Jóni Ásgeiri og Hannesi Smárasyni án árangurs. Jón Ásgeir Jóhannesson kannast ekki við tilvist leynifélag sem greint frá í Morgunblaðinu. Það sagt frá milljarðalánum sem FL Group fékk frá bankanum. Jón Ásgeir vill að rannsakað verði hvernig gögn komist í hendur blaðsins. Jón Ásgeir Jóhannesson vísar því alfarið á bug að lánveitingar Glitnis til FL Group hafi með einhverjum hætti verið óeðlilegar. Hann segir að Morgunblaðið farið með tómar rangfærslur lán bankans til FL Group og vill að rannsakað verði hvernig gögn sem bankaleynd hvílir yfir komust í hendur bankans. Blaðsins.
Morgunblaðið segir að FL Group ásamt helstu stjórnendur Glitnis hafi brotið allar verklagsreglur við lánveitingar í nokkrum tilvikum í fyrrahaust. Lánveitingar upp á 20 milljarða hafi verið ákveðnar af örfáum mönnum án þess að áhættumat væri fram eða þar væri fjallað í lánveitingarnefnd bankans. Þetta er náttúrulega mjög alvarlegar ásakanir og í raun ótrúlega að sé farið fram með þessum hætti á þess að spurja hvort í raun hafi hlutinni verið með þessum hætti. Þess að komið fram í yfirlýsingu sem ég sendi frá mér. Þetta voru bara eðlilegar lánveitingar. Eðlilegar lánveitingar, hvað snýrist þessar lánveitingar? Þetta voru endurfjármögnunar einhverjum hluta. Í Morgunblaðinu kemur fram að stofnað hafi verið leynifélag FS37 EHF í nóvember í fyrra. Þeir Jón Ásgeir Jóhannesson og Hannes Márásson voru stofnendur og fengu þriðja mann Jakob Valgeir Flósason til að ljá félaginu nafn sitt. En hverjir vissu að tilvist þessa félags? Ég stofnaði ekki það félag. Það eru bara algjörlega rangt að segja að ég hafi stofnað það félag eða komið einhvers staðar þar nærri. Þetta er fullyrt í Morgunblaðinu og er bara hreinlega rangt. Það er líka fullyrt að FS37 sem síðar varði Steam hafi eingöngu verið stofnað til þess að halda uppi verði á hlutabréfum í FL Group. Þú verður bara að tala við þá sem áttu þetta félag, á hverju þeir keyptu þessar eignir. En hver eru tengsl þín við Jakob Valgeir Flósason? Engin. Þekkirðu það mann ekki? Nei, ég þekki hann ekki neitt. Jón Ásgeir segir ekki standi steinn yfir steini í Morgunblaðsgreininni. Þar sé öllu snúið á hvolf. En hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að höfða mál á hendur blaðinu? Auðvitað þarf bankinn að rannsaka hvernig komast gögn sem eru hvílið við bankaleynd í hendur blaðsins. Það er eitt. Og síðan er náttúrulega þessar rangfærslur sem er í greininni náttúrulega til þess að ég mun skoða mína stöðu.